Þetta húsið Sel sem í hjarta Húsavíkur. Vinkonurnar Ingunn Egilsdóttir og Elín Kristjánsdóttir höfðu rekið matsölustað í nokkur ár við höfnina á Húsavík en stóðu frammi fyrir því að þurfa að finna nýtt húsnæði. Þeim datt í hug að kaupa Sel, jafnvel þótt húsið værið nokkuð illa farið og hefði staðið autt í langan tíma. Ástandið var sem sagt ekki upp á marga fiska. En þær einfaldlega brett upp ermar og þjóðnýttu vini og kunningja. Þetta var í desember í fyrra og miðjan febrúar hófust framkvæmdir og 4 mánuðum síðar var veitingahúsið Naustið opnað. Í Nausti áhersla lögð á sjávarrétti. Það ábyrgð að hafa svona mikið af fólki inn í gömlu timburhúsi og það er ekkert hægt að stytta sér leið þar. Þannig að hér eru allar brunavarnir í toppi, allar lagnir nýjar, smíðaðir auka útgangar og þetta svolítið öðruvísi en að ef þetta hefði verið byggt upp sem heimili. Það hafa væntanlega margir húsvíkingar búið hérna og margir sem að þekkja þetta hús. Já, það margir búin að segja okkur sögur af því og margir sem byrjuðu sem búskap hérna í þessu húsi sem leigjendur. Það var leigt út áratugum saman. Og fólki sem hefur búið hérna og fyrir eigendur hafa verið svolítið svona eftirminnilegt fólk og eftirminnilega persónur og mjög þekkt hérna í samfélaginu. Þannig að sögurnar eru alveg ótrúlega margar og þær einhvern veginn allar skemmtilegar. Húsið var byggt árið 1930 og núna erum við komin niður í kjallara og hérna gekk mikið á þegar verið var að breyta húsinu í veitingastað. Eldhúsið í kjallarann. Já, hér var mikið mokað. Hér var náttúrulega bara einn hefðbundni gamli kjallari og það voru meira að segja kol ennþá hérna niðri og gamla kamínan og hluta til var ennþá moldagólf. En við mokuðum hérna út reiknaðist okkur til 70 tonn. Fengum lána færiband úr fjárhúsi og hér voru nú ættingjarnir aldeilis þjóðnýttir. Það var mokað mikið þá helgi. En já, við gátum lækkað hér gólfið töluvert og fengið hér fulla lofthæð. Og þetta bara fullkomin og góð aðstaða? Alveg. Mjög góð. Ég leggið áherslu á fiskrétti, sé ég á matseðlunum. Hvers vegna það? Við erum og vorum alveg þangað til í sumar eingöngu með fisk. Okkur fannst þetta alltaf vanta, bara almennt út á landi, að það væri hægt að fá fisk og góðan fisk. Og við höfum alltaf lagt áherslu á að vera með sem hreinastar afurðir. Fisk sem fær að njóta sín. Hann ekki á kafi í sósu, hann grillaður og einfaldan máta og kryddaður og einfaldan máta. Og þér ætlað að finna gæðin í bragðinu. Það væntanlega útlendingar að stórum hluta sem að koma til ykkar. Þeir náttúrulega vilja fá fisk staddir á Íslandi. Þeir vilja fá fisk. Líkar það mjög vel og leita uppi staði sem að selja fisk og með fiskrétti. En hins vegar þá eigum við mjög tryggan, góðan gestahóp í heimamönnum sem koma aftur og aftur. Og súpan okkar hefur verið mjög vinsæl líka. Það þá sjávarrétta súpa einhvers konar? Já, hún þannig að fiskurinn settur í hana bara við suðu í hverja skál. Þannig að hann rétt að verða tilbúinn þegar hann kemur á borðið. Jafnframt getur hann að fengið súpuna án fisks og þá nú bara grænmetissúpa og hvort það eru 30 atriði í súpunni. Nei, jú, það bil. Algjört leyndarmál. Hún gerð frá grunni og við leggjum einmitt áherslu á að við erum ekki með neina ofnæmisvalda, við reynum að hafa hollust í fyrirrúmi, við erum vistvænt fyrirtæki og það eiginlega kemur fram í allir okkar matargerð líka. Útlendingarnir sem að koma hingað, þið þurfið væntanlega að upplýsa þá alls konar hluti. Þið eruð einhvers konar, bara ferðamála fulltrúar líka í leiðinni eða þjónarnir? Já, þjónarnir okkar. Við höfum verið með mjög gott starfsfólk, mjög góða þjóna sem að tala mikið við gestina. Og færum okkur þá upp á miðhæðina. Mér skilst að það hefur komið hingað kona frá Bandaríkjunum til að skoða húsið sérstaklega. Já, á síðasta laugardag þá kom hingað kona
frá Bandaríkjunum. Hafði lent í Keflavík morguninn og keyrði hingað og borðaði kvöldmat, sérstaklega í þessu húsi. Hún aðkomandi mannsins sem byggði húsið, Sveinbjörns Guðjónsson. Og pabbi hennar, Baldur, var alla tíð búin að segja henni alltaf sögur úr þessu húsi og tala svo fallega það og hún búin að fylgjast með okkur á Facebook og náði að koma hér í húsið og felldi bara tár, fór bara að gráta þegar hún kom inn hurðina og var svo heppin að ná okkur í veislu og fekk að borða og þar með var tilganginum hennar náð. Þetta hefur líka náttúrulega verið hálfgerð upplifun fyrir ykkur? Já, það var það. Algjör. Og mjög gaman að hitta þau. Já. En að standa í þessum veitingarekstri, þetta ekki 9 til 5 vinna, þetta mikil vinna og mikil törn oft á tíðum. Já, þetta bara að vinna allan sólarhringi. Maður annarkvort í þessu vegna þess að það er ástríða og kemur frá hjartanu og þá maður ekkert að telja tíman. Annars maður ekki, já, það verður að vera þannig. Þá líka eins gott að samkomulagið milli ykkar sé gott. Það eins gott. Já, segir þið. En við höfum auðvitað tekið vaktir. Við vinnum ekki alltaf alla daga. Við höfum reynt að skipta svolítið á með okkar starfsfólki. En hvernig verður svo veturinn hjá ykkur svona ferðamannatímabili? Það svona liður undir lok nánast. Já, þetta að fjara út og þá komið tími á smá frí. Við förum bráðum að taka bara okkar frí eins og margir í þessum bransa sem ferðaþjónustu tengdur og þá bara okkar suma frítími á veturna og við áætlum að opna fyrr en hinga til enda ferðamanntími bara færast alltaf framar. Þannig að við ætlum að taka úr lási í mars. Og þá verður spriklandi nýr fiskur á matseðlinum áfram, ekki? Alveg örugglega. Gaman að standa í þessu? Mjög gaman. Þetta vinna en það gaman, mjög gaman.